Palli, velkomin. Takk fyrir. Þegar við byrjum þess að hópnum, komast allir heilir frá leiknum gegn IPF? Já, það eru held ég engin meiðsl frá viti til sem að stoppa henni í því að vera valdir í hópinn, þannig að ég held að sé allir klárir. Já. Er það rétt munað að Gunnar má ekki spila? Já, hann er samningsbundinn FH, þannig að hann verður ekki með þessu leik. Það er náttúrulega FH á morgun, hvernig svona leggst sá leikur í? Bara mjög vel. Við erum að fara að mæta ekkert ósýpilið og IPF sem eru góði menn í hverju stöðu og margfaldir Íslandsmeistarar, þannig að við erum að fara inn í erfitt verkefni. Við vonandi verðum klárir í Íslandin. Hvernig leik spila FH-ingar? Þeir vilja gefa sig út fyrir það að spila boltanum í jörðinu og halda honum innan liðsins, þannig að þeir hafa kannski verið þekktast fyrir það að nýta breiddina vel og tvöfald á vængina og spila í fætur og eru mikið að krossum. En annars er voðalega, held ég, erfitt að segja það í stuttu máli eiginleika og getu F-fangar. Þeir eru margbúin sanna það, þeir eru með frábært lið og það verður erfitt að eiga við á morgun, það er alveg klart. Það er náttúrulega lítur mikilvægt að byrja saman krafti og eins og múti eiginmönnum síðast. Já, láta það endast kannski aðeins lengur. Þetta voru við skíthefnir að fá ekki okkur markið seinna áleika sem við fjöllum mikið tilbaka. En við vorum til í að henda okkur þá fyrir hvaða bolta sem var og það er bara frábært. En auðvitað komast ekki upp með svona endalaust. Við þurfum að halda lengur út þar sem við erum að reyna að halda bolta betur en að samanskapi að baráttan og viljinn sé til staðar, þá er ég enn sáttari. Og þessi sigur gegn eiginmönnum kannski lítur á aukadaldi sjálfstraust í liðinu? Já, það held ég sé nú alveg öruggt að leið og stíginn fara að koma. Við höfum ekki verið að halla þeim inn, þannig að þá náttúrulega ósjálfrátt þá eflist sjálfstraustið og kannski helst sem þetta er að minnast á er að búið að spá okkur eins og allir vita að þetta svona kittlar aðeins að menn hafi trú á því sem það er að gera og þegar menn leggja sér fram þó við verðum undir hópatælega séð í síðasta leik samkvæmt tölfræðinni að þá sýnir þetta það að það er alveg hægt að ná í stig þó menn sé að spila kannski við snjallari hópatælemenn. Og stefnum við þetta morgunum bara 3 stig? Já, klárlega. Við ætlum ekkert að éta margótt ofan í okkur að við erum með heima þar sem við ætlum að vinna okkar leiki og það er sjálfsögðu stefnun á morgun. Takk fyrir. Manni, velkomin. Takk. Byrjum að góðu sigur síðast. Hvernig er svona stemningin í hópnum? Já, fínn sigur síðast og stemningin er bara eftir því, mjög góð. Menn eru svona farin að hafa trú á þessu aftur. Og alltaf trú á heimaðall er mjög gott. Fínt að fá annan heimaleik strax í kjölfarið. Og það loksins FH. Hvernig svona leggst sá leikur í því? Já, þessi leik, við erum búin að bíða svolítið lengi eftir þessu leik en hann leggst bara nokkuð vel í mig en við vitum svo sem að FH er ekkert síðra lið heldur en IPF, jafnvel betra þannig að við þurfum að hafa ýmislegt svona að passa upp á ýmislegt sérstaklega varnarlega. Og hvað svona telur þú að þurfa að ganga upp á morgun til þess að ná hagstæðum úrslitum? Það þarf að þétta vörnina, fá tækifæri á okkur. Við kannski hleyptum IPF svona í seinni hálfleik svona aðeins. Leyfum þeim að vera með boltan svolítið mikið og þeir voru svolítið að sækja og búið til kannski ekki hættuleg færi en svona eitthvað að færum En við þurfum að þétta aðeins betur og nýta okkar skyndisóknir. Og stefnum við þetta bara að reyna að ná 3 stigum? Það sjálfsögðu, eins og í hverjum leik. Það gengur ekki þannig til sem að í þessu. Takk fyrir.